En já, framöndan helgina stórskemmtileg hátíð í Vík og þar hljómsveit meðal annars að spila sem að jáka nú að forvitnast örlítið meira hljómsveitin heitir Lily of the Valley og ég komið á línuna hjá mér hann Loga Mar og núna var ég skemmtilega að taka hann af línuna hjá mér þannig að ég ætla bara að bjalla í hann aftur. Svona getur alltaf skemmtilega gest þegar maður í beinni útsendingu en við erum komin í samband við hann Loga aftur. Já, hæ. Góðan og blessaðan daginn. Það bara þú skellti bara á mig. Já, heldur það sé. Það svona þegar það eru nokkri takkar á blessu við mixernum, sko. Já, þetta á nú til að gera heldur betur. Það ekki? Þetta er lífrænt útvarp. Já. Þetta er gest í beinni. Já, segðu. En hvað sérum? Hljómsveitin Lily of the Valley, hvað getur þú sagt mér ykkur? Herðu, já, Lily of the Valley verkefnið er svolítið skemmtilegt verkefni, sko. Þetta er svona vina fjölskylduband, sko. Já. Þetta er mjög þéttur hópur og við byrjuðum ég og Mímir byrjuðum þetta band fyrir Airways 2013 og bættum fljótlega við okkur Tinnu Katrínu söngkonur og við vorum nú bara tríó svona fyrsta árið og svo bættum við okkur þessum stórkostlegu hljóðfæraleikurum sem eru með okkur í dag Guðmundi, Hrafnkell og Leo á gítar, bass og trommur. Voru þið svona snemma farin að forma svolítið svona hvernig tónlist ykkur langaði að spila? Já, við erum búin að flakka rosa mikið í því sko svona og þegar við erum spurðið einmitt sko hvernig tónlist spilum að það að svara því. Við byrjuðum einmitt í svona folkgrúti sko, bara svona rólegri akústískri stemmingu sko. Svona miklar söngmelodíur og svolítið svoleiðis. Og það sem einmitt þetta band sko þetta eru 5 söngurar sko af 6 sem sagt. Já, ég tók eftir því að það eru margir sem að vera að syngja. Já, og inn á plötunni einmitt við erum öll að syngja þar sko. Og þannig að þetta er svolítið fjölbreytilegt að því leiti einmitt að það flakkar rosa milli laga hver að taka þau sko. Já. Sem er svona ákveðin sérstæða kannski einmitt og við erum þessin og einmitt að því leiti erum við búin að fara einmitt frá þessu fólk kósi heitum sko og yfir í svona ákveðna elektrónik sem má heyra á þessari plötu og svo stundum erum við líka bara í svolítið rock'n'roll stuði og spilum þá rockaðara efni á tónleikum eða svona rockari útgáfu. Ég skilu. Þannig að það er ekkert fast í þessu sko, en bara hvernig stemmingin á okkur þá vinnum við svolítið út frá því sko. Eru þið mörg að semja tónlistina? Nei, ég sem lögteksta allavega hinga til sko. Já. En við erum nú einmitt en núna á nýju efni og þá förum við nú að gera þetta meira saman sko. En þið eru einmitt nýbúin að gefa út sem sagt plötur, nýbúin að halda útgáfa tónleika? Já, við gáum út plötu í síðustu viku, 1. október, bara slett vika síðan, en mér skilst þetta ekki. Ekkert verið að tvína hana við þetta? Nei, við vorum bara, við dreymum í gangi, eða þannig sko, við vorum að halda ára að taka með þessu plötu og vinna hana og þetta var bara með sko, en það er svo margir að syngja, það þarf að ná allir með góðum dögum og við heldum útgáfatónleika núna í fyrradag á miðvikudagskvöldi í Gamla bíó og það var bara draumi líka sko, bara tróðfullt hús og bara rosa gaman sko. Já, gaman að heyra. Hver er stefnan hjá okkur? Hvert stefnið þið? Við fórum til Bretlands að spila núna fyrir, kom heim fyrir 2 vikum. Já. Og við ætlum að fara meira út, að túra meira úti. Og svo ætlum við bara að halda áfram að gera tónlist sko. Við erum ekki tætt sko. Nei. en það var gaman að gefa út plötuna og við ætlum bara, kannski ekki að stefna plötu alveg strax en við höldum áfram að taka upp tónlist og gefa út. Já, frábært, gaman að heyra. Spila út allt, spila stöðum eins og Viki Mýrdal. Já, hvernig er það? Hvernig kom það til? Ég veit ekki hvernig það er, ég er spenntur að vita. Hefurðu komið til Víkur? Já, ég hef nú komið til Víkur. Þannig, þú ert ekki einn af þeim sem ert á leiðin á Selfoss og kerir svo í Borgarnes? Nei, ég ætti kannski ekki að segja þetta í útvarpi Suðurlands sko, en ég er á norðan sko, ég er á Króknum sko. Nú, já. Þannig ég fenn nú yfirleitt, ef ég er að fara út á land og fenn nú yfirleitt norðlegina sko, en Víki Mýrdal er frábær staður og það er alltaf gaman að koma þangað og það er skemmtilegt að segja frá því sko, einmitt að Æsver
eru með gott útibú þarna á Vík í Mýrdal. Já. Og þeir hafa einmitt stutt mikið við okkur, sko. Við spilum mikið á þeim hérna í bænum og þeir eru að selja plötun okkar, veit ég, til dæmis. Þannig að það eru tengingar. Já, við erum með tengingar í Vík, sko. En þessi tenging var nú ekki ástæðan eftir að við erum að spila hana. En við erum mjög spennt fyrir þessu og þetta í kirkju, skilsnir. Já, þeir eru að spila í Vík og kirkju. Ef ég man þetta rétt. Frá 4:30 til 5:30 á sunnudaginn kemur. Já, þú sér það, 5:30. Núna veit ég það. Það er ekki að plana það út frá því. En hvað heitir nýja platan ykkar? Nýja platan heitir Ghost, draugar. Og þessi plata er svolítið svona, sko, þessi plata er svolítið svona ástina og trú, hún er svolítið það, sko. Já. Og svona, kannski einhvern veginn svona það að losa sig frá þessu báði, sko. Að vera yfirgefin af ástinni og trúni. Skil ég. Þetta eru þungar pælingar þarna. Djúp plata. Já, djúp plata. Þannig að hvað, þú veist, er til meira viðeigandi staður heldur en að flytja hana þá í kirkju. Já, en þú ætlar að, við ætlum að fá að heyra eitt lag af plötunni. Já. Sem er þá vantilega hvað titilegið? Já, þú ert með Ghost, eða ekki? Jú, ég er með Ghost. Já, þetta er titil af plötunar og er nýjasti singullinn af þessari plötu. Og hann Hrafnkell Már Einarsson, gítarleikari, syngur þetta lag með einstakri snild. Það er skemmtileg að segja frá því þessu lagi að það kemur svona sprengjan í laginu sem fólk getur heyrt. Já. Sem er alveg stórkostlegu partur af laginu. Að þetta er sem sagt improv kafli hjá honum, sko. Það er engin texti við þetta því að hann improvar alltaf bara þegar hann syngur þetta, sko, tónleikum og plötunni þarna. Og þegar við vorum í stúdíónu að taka upp þetta ágæta lag, þá stökk hann í miðju stúdíónu kvöldi til að spila í gæsapartí. Nú. Og kom tilbaka svona líka víraður eftir gæsapartíð, var náttúrulega nafli alheimsins þar. Og kom og tók upp þetta og þetta var fyrsta takan eftir hann kom aftur sem við notuðum, sko. Þannig að það má heyra í honum hressleikan eftir gæsirnar, sko. Þannig að adrenalínið hefur verið í botnin bara. Já, alveg í botnin. Hann kom jakkafattaklæddur í stúdíóið og tók upp þessa rosa tökur. Já, skemmtilegt. Við ætlum að hlusta á þetta allt saman. Logi, gaman að heyri þér og gangi ykkur vel að spila í Vík í Mýrdal. Já, takk fyrir það. Bara vonandi sjáum við sem flesta að Suðurlandi og við verðum með plötur til sölu og varning. Já, frábært. Svona smá djók í lokin, við treystum á því ratið. Já, það er spurning. Það er bara að slá sinni GPS-ið og vonaði besta. Já, ég keiri bara beina leiðan fram. Það klikkar ekki. Já, þetta er ekki flóknir það. Takk hérlega fyrir. Já, takk fyrir þetta. Allt er fína. Bless. Já, bless.